Já, við erum bara einstaklingar í stóra heimsþorpinu og ef við horfum nú á þetta okkur sem einstaklinga í heimsþorpinu og vörpum þeirri spurningu hvernig tókst okkur að koma manni til tunglsins á sínum tíma? Hvernig tókst það? Það tókst í raun og veru með einfaldri framtíðarsýn og ég undirstrika orðið einfaldri. Af hverju? Jú, ég vitna nú bara í orð John F. Kennedy sem hann lét falla á þinginu árið 1961 og þá segir hann í raun að áður en að áratugnum er lokið að þá trúir hann því að Bandaríkjamenn geti komið manni á tunglið og heilu og höldnu til jarðar aftur. Punktur. Ekkert flókið. Þetta var einföld sýn. Þetta er framtíðarsýn. Þetta er dæmi einfalda framtíðarsýn. Og ástæðan fyrir því ég vil nefna þetta er að ég vil svolítið að við hugum svolítið að því hvernig við Íslendingar hugsum svolítið, íslenski pólitíkusar. Við förum svolítið mikið bara beint í útfærsluatriðin öll. Það er bara að ræða, er það Evrópusambandið eða er það þetta, eða er það hitt og þetta er allt svona útfærslur. En hvert erum við að stefna? Hver er framtíðarsýnin? Hver er okkar framtíðarsýn? Af því að þetta eru bara svona hálfgerð afleiðing sem verður af framtíðarsýninni. Og þegar við vitum hvert við viljum stefna og fyrir hvað við viljum standa sem þjóð og hvernig næstu 20 ára að líta út, þá geta helstu sérfræðingar heims aðstoða okkur eða við sjálf að ákveða bara í hvaða þrepum við ætlum að komast þangað. En við erum alltaf bara svo upptekin í útfærsluatriðinu sjálf. Hvað gerist þegar að svona skýr framtíðarsýn verður til? Já, til dæmis manneskjan sem var að vinna í bókhaldinu hjá NASA, að þegar hún var spurð, hvað er þú að gera? Þá sagði hún, ég vinn við það að koma manni á tunglið. Það var ekkert debit, kredit og þú veist, fara út í einhverja flóknar hluti sem almenningur skilur ekki, en það skildu allir að þessi manneskja var að vinna við það að koma mann á tunglið og hún var bara að vinna í bókhaldinu hjá NASA. Það eru fleiri hluti sem eru skemmtilegir, til dæmis hvað gerist bara í atvinnulífinu þegar búið er að gefa út ákveðna sýn, ákveðna svona stefnu, ákveðin markmið, svona langtíma markmið. Jú, í Bandaríkjunum var til fyrirtæki sem að komast að því að út í geimnum að þá virkaði ekki að nota svona hefðbundna kúlupenna af því að geimfarar voru að athafnast í svona zero gravity, kom ekkert úr kúlupennunum. Þannig að það var eitt morðfé í að búa til space pennan sem hét Fisher AG7 Space Pen og hann virkaði í geimnum og þetta fyrirtæki gat sem sagt tekið þátt í því að þessi framtíðarsýn gat orðað veruleika með að smíða hana penna. Það var dæmi pínulitla útfærslu sem átti sér stað bara í atvinnulífinu. En hvað gerðu Rússar? Þeir voru líka í baráttu að koma mann á tunglið. Þeir fóru bara með blýant. Og þetta segir okkur að markaðurinn og háskólastofnanir, vísindarstofnanir finnur hagkvæmustu leiðirnar og útfærslurnar allar þurfa ekki að koma frá pólitíkusunum, en framtíðarsýnin það þarf að hlúa að henni og hún þarf að vera skýr og við getum sem þjóð framkvæmt hluti miklu hraðar og miklu meiri hnitmiðri máta ef við vitum svolítið fyrir hvað við viljum standa og hvert við viljum stefna.